Takk, herra fundarstjóri. Að einhver sé umhverfismengun orðið nýja uppáhaldsorðið mitt og hugmyndamorðingi, ég ætla að nota þetta. Heyrðu, ég hef með svona tvíþætta kynningu. Fyrst ætla ég að sýna ykkur kerfi sem við höfum gert og erum að nota og erum með í lausnamengin okkar. Og svo ætla ég að venda þessu allverulega í kross og tala eitthvað sem að koma frá Microsoft sem heitir Power Platform. En við skulum byrja á viðverukerfinu okkar. Þetta sjálfstæð skýjalausn í áskrift. Það er hægt að samþætta við Business Central ef á þarf að halda, eða viljið fá gögnin þar inn. Við erum að gera ýmsa biðlara og þetta kerfi, en við skulum byrja að skoða Windows biðlaran. Við höfum notað þetta í Wise í nokkur ár núna og það sem við náttúrulega verum með ráðgjafa, forritara og margir út úr húsi og símsvörum var svona flókin og vita hvort að fólk var í húsi var líka stundum svolítið flókið. Það var ofta að hlaupa út allt hús að leita fólki. Þannig að við ákveðum að búa til svona eitt kerfi sem myndi halda utan svolítið marga punkta. Þið sjáu hérna við erum með kalendar eða dagatali í Outlook. Við sjáum litina frá Skype, hvort að viðkomandi sé við tölvuna ekki. Tengd líka við símkerfi, hvort hann sé í símanum. Sé hérna eins og Jón Heiðar, hann náttúrulega ekki í vinnunni og kemur kannski. Það bara hann. En þetta bætir svo mikið þjónustun okkar og bætir símsvörunina og þetta líka svo miklu þægilegra með samskipti. Nú þetta að tala samskipti og bara vita hverja eiga afmæli í dag og geta boðið viðkomandi til hamingju með daginn. Það skapar líka svona skemmtileg samskipti á vinnustað. Það eru helstu stöður. Við sjáum hvort einhver sé inn eða úti í bæ eða erlendis eða í fríi með veikt barn eða jafnvel veikur heima. Og ef við tökum hana aðeins og förum á næstu. Og svo getur við skoða söguna og eins og við sjáum þá getur við startað þarna Skype símtali eða Skype spjalli líka. En skulum viðurkenna, ég photoshopaði aðeins það sem kom hjá Jón Heiðar áðan, en næsta actually ekki photoshopað. Þetta staðan að Sjónsheiðars bara núna fyrir 2 dögum síðan. Það var grænmetislasagna í vinnunni í hádeginu. Hvað gerir gamli? Hann ætla að skunda sér á hádegisfund. Segir sér að koma klukkan 13:19, hann svo skipulegur að það alveg magnað. En allavega, svo getur þetta flætt yfir í Business Central og ef þarf eitthvað að breyta þá geta yfirmenn breytt þarna eða bætt við. En þetta svona það sem eins og við notum þetta líka til þess að aðstoða okkur að skrá hreinlega tímann okkar, vita hvar við vorum og hversu lengi. Svo erum við ýmsa biðlara, svona létta biðlara. Við erum með fyrir ýmsa gerði stýrikerfa í snjallsímum. Við erum með þar sem við skráum okkur inn og út af skrifstofunni sem bara fram í andri hjá okkur og svona fleiri tegundir af snjallsímabiðlurum. Endilega kikið í kaffi til okkar ef við viljum skoða þetta nánar. En nú skulum við vinda kvæði okkar í kross og tala Power Platform. Þetta tilvitnun eiginlega frá Microsoft. Þetta þeirra hugmyndafræði við Power Platformi. Að stuðla nýsköpun innan fyrirtækja og gera fólki kleift að hanna einföld tól til þess að létta sér hreinlega vinnuna. Og þá ég að tala alls konar tól og tæki. Þetta samanstendur af Power BI sem við kannski þekkjum einna helst af þessu. Skýrslur og mælaborð. Við erum með Power Apps, smáforrit sem einfalt að setja fyrir þess að einfalda sér svona einhver einföld verkefni eða jafnvel gera mjög flókin. Power Automate til þess að búa til á einfaldan hátt rafræna verkferla. Hvernig vilt þú að gögn eða upplýsingar sé að flæða annarkvort innan kerfa, milli kerfa eða milli hreinlega svæða. Það er talað frá cloudinu niður á svo við kallum on-premise eða tölvurnar á vinnustæðunum. Og síðasta sem kom frá þeim, og það var bara í síðasta mánuði, Power Virtual Agents sem á að útleggjast á íslensku sem sýndar erindreki. Hvernig veistu hvað það var?
En þetta svona á einfaldan hátt má lýsa erindreka sem forriti með tiltekið markmið og möguleika til að uppfylla þau sjálft án mannlegrar aðstoðar. Það sýndar erindreki. En þetta nú mest notað í að gera þessa yrkja eða bots og svo hægt að tengja þetta við gervigrindina frá Microsoft líka. Þannig að þetta tengir marga hluti saman innan Microsoft Azure skýjalausnana. Power BI, eins og segi, þetta eru skýrslur og mælaborð, hægt að setja á einfaldan hátt, myndrænar greiningar, koma upplýsingar til staðar þar sem fólk þarf á þeim að halda, tengja saman gögn innan fyrirtækja, en það eru líka fleiri gagnalindir, opnar gagnaveitur, önnur gögn sem eru í fyrirtækjunum, gögn frá samfélagsmiðlum og svo fleiri. Og þú getur búið til svona lykiltölur og búið til og sendt viðvaranir ef að lykiltölurnar einar sala innan dags eða mæting hjá 10% með eitthvað er uppi eða niðri og láti bara senda þið skilaboð, mail eða á síma. Þetta bara svona sýnir svona skýrslum og mælaborðum sem við höfum verið aðstoða okkar viðskiptavinir við að hanna, en þið sjáum að möguleikarnir á framsetningu eru næstu í ótakmarkaðir. Þannig að það er mjög auðvelt að búa til fallegar og svona framsetningarbæra skýrslur. Power Apps. Þarna er þetta að búa til svona aragrúa af smá forritum. Maður hugsar eitthvað eitt, kannski við erum eitthvað vandamál, eða eitthvað sem tekur óþarfa langan tíma, eða gögn sem er lengi að sækja, eða hvað sem er, en þá getur Power Apps hjálpa okkur að búa til bara lítið forrit innan fyrirtækja sem að leysa þetta vandamál. Það er mikið af sniðmáttum sem að hægt er að nota til þess að byrja út frá og svo getur deilt þeim til samstarfsmanna og fylgst með notkunni á powerapps.com, sjá hverju er að nota þetta og einhver lendi í vandræðum. Þannig að þetta svona leiðbeinið er áfram mjög á svona skemmtilegan hátt. Og svo getur við tengt þetta af aðra hluti í öllu plattformi eða eiginlega í öllu Microsoft Azure Cloudinu. Þú getur til dæmis tengt þetta við Power Automate, búa til flæði fyrir samþykkta reikninga og svo framvegis. Nú, eða þú getur hringt í vin, eða einhver fyrirtæki sem að hafa aðeins skoða þetta nánar, getur verið við, það getur verið aðrir, eða farið á AppSource sem að Bjössi minntist aðeins á og sótt þar forrit, keypt það, skoða það og jafnvel farið að fengi hugmyndir frá því og gert þín eigin. En talandi að hringja í vin, ég sýndi ykkur áðan hérna úr Wise Attendance kynningunni, þá var það þessi snjallsímabilari. Þetta er actually Power App sem við vorum að leika okkur að búa til í Wise. Það sem við erum með svona símaskrá samstarfsmanna. En þetta er samt meiri en símaskrá, hún er alltaf dýnamisk, hún er uppfærið sjálfkrafa, þannig að við þurfum ekki ef einhver byrjar eða hættir að fara að henda honum út eða bæta honum við símabókina. Plús það að við sjáum hvort að viðkomandi sé í vinnunni, hvort hann sé eða úti í bæ á fundi eða veikur heima. Þannig að hérna var ég að leita félagi mínum, honum Óla. Hann var að vinna heima, en kerfið veit símanúmer hans, þannig ég gat bara tekið og ítt á númerið og hringdi hann. Annað dæmi svona Power App sem við höfum að leika okkur með er með ferðauppgjör. Við erum oft annaðhvort út á landi eða jafnvel erlendis og erum að taka vísakvittanir og eitthvað dót og maður setur þetta í rassásan eða veskið og svo gleymir maður þessu eða týnir þessu, væri þetta ekki endurgreitt, þið þekkið þetta örugglega einhver. Þarna vildum við bara búa til svona einfalt hjálpartæki til þess að halda utan af þetta, svona ferðauppgjörs, Power Apps og ferðauppgjörskerfi okkar í Business Central. Tekur bara mynda af kvittunni og þegar þú kemur tilbaka þá svona bara ferðu bara yfir ferðauppgjörið. Allar reikningar eru í viðhengi, þetta spara tíma, þannig að þú klárar yfir, fara að senda í bókun og bara komið. Þetta er svolítið mikið, ég veit það. Power Automate. Þetta eru þessir rafrænu verkferlar. Þú getur skilgreint þín eigin eða nota þessa tilbúnu ferla og sniðið á að þínu þörfum. Viltu fá post þegar einhver setur einhverja skrá á Dropbox eða OneDrive og viltu fá bara post til þín í mailboxið þitt? Viltu skrá nýtt sölutækifæri í CRM eða einhver minnist á vöruna þína eða þitt fyrirtæki á Twitter?
Eða gerum svo við erum að nota þetta að tengja CRM, Business Central og CRM. Það voru fleiri kerfi sem þetta tengja þarna við ýmislegt að Box, Slack, Mailchimp, Facebook, GitHub, Salesforce, SharePoint og fleiri og fleiri og fleiri. Þannig að búa til svona rafræna verkferla ákaflega einfalt. Þetta auðveldar að senda öll þessi gögn á milli kerfa og þjónusta og þetta viðmótið eins og Bjössi sýndi ykkur aðeins. Þetta svona frekar einfalt. Þú ert að búa til, kannski tjekka á einhverjum skilyrðum, búa til flæði og hvað ætlar að gera, já eða nei, ætlar að senda post eða senda í bakvinnslu eða posta á Facebook. Nú eða hafa þetta svona aðeins flóknara. Þetta hluti af ferlinu hvernig við höndlum að senda tengiliði á milli CRM og Business Central. Þannig að þetta svona aðeins flóknara ferli, af því við þurfum að tjekka svolítið mörgu. En það hægt að gera þetta og svo flækja þetta ennþá meira. Síðast en ekki síst, þá það Power Virtual Agent, en þetta tæki til að búa til snjalla spjallyrkja eða chatbots. Og þeir voru með vatn. Þetta getur notað á vefsíðum og samfélagsmiðlum og fengið sögu notandans úr bakvinnslunni, þessi notandi hefði keypt eitthvað, beðið þjónustu eða eitthvað annað og tekið ákvarðanir sjálfkrafa með þeim upplýsingum. Og svo náttúrulega getur þetta að tala beint við þessa Power Automate ferla sem við sáum í skrefinu undan. En eins og við sjáum, það eru endalausir möguleikar með Power Platform og það einfalt að byrja mjög smátt og stækka hægt eða hratt. Og við erum að sjálfsögðu til staðar til þess aðstoða ykkur í þessari vegferð í stafrænni umbreytingu, þessi digital transformation, sem margir kalla, má segja, stafrænu eða fjórðu iðnbyltinguna. Takk fyrir mig.